Já, þá er komið að heimsmálunum. Ég ætla að slá á þráðinn til Hilmars Þórs Hilmarssonar sem er staddur í Bangkok í Tælandi. Komdu blessaður, Hilmar. Þetta ertu. Við ætlum samt ekki að byrja í Tælandi, við ætlum að byrja eiginlega í Washington þar sem að Orbán mætti frá Ungverjalandi og það fór vel með þeim eins og oft áður. Trump mikla virðingu fyrir Orbán og talar hann sem mikinn leiðtoga í Evrópu og meðal annars þá gaf Trump Orbán eiginlega heimild til þess að kaupa olíu af Rússum á þessum fundi. Já, sko, það hefur verið gott samband á milli Orbán og Trump alveg frá því að Trump bauð sig fram fyrst, því þá var Orbán stuðningsmaður Trump í kosningunum 2016 og hefur verið gott samband á milli þeirra síðan og Orbán virðist kunna mjög vel á Trump, ólíkt Zelenski, þar sem allt verður vitlaust þegar þeir hittast oft, en allavega Orbán, já, þeir hafa svipaðar skoðanir og ná mjög vel saman og ég held að sem ég segja það að hann hafi nánasta samband við Trump af öllum leiðtogum Evrópu og við náttúrulega verið aðdáð það hvað Ungverjaland er staðsett með austurlandamæri við Úkraínu og mjög viðkvæmum stað fyrir kaupa. Ég var að skoða hjá Reuters að segja 74% af gasi sem Ungverjaland notar kemur frá Rússlandi og 86% olíu, þannig þeir eru mjög háðir Rússlandi og Orbán hefur verið að reyna að hafa gott samband við Putin og þegar Ungverjaland fór með forsæti í ráðherraráði Evrópusambandsins þá reyndi hann að fara til Moskvu og síðan til Kiev og reyndi að komast að samningum en það féll í mjög grýttan jarðveg. En allavega það er rétt að hann fékk það fyrir svolítið tvennum sögum hvort þetta sé 1 ár eða bara framvegis. Við veitum ekki hvað stríðið stendur lengi yfir en hann fékk undanþágu og við vitum það alveg að það er mjög gott samband á milli þeirra og virðist að farið vel á með þeim allt þetta og fyrir Ungverjaland stendur ekki sérstaklega vel efnahagslega þannig að fyrir Ungverjaland að fara að kaupa olíu og gas á einhverju uppsprengdu verði, mér skilst þannig að ég vil alltaf kaupa eitthvað gas af Bandaríkjunum en að fara að kaupa svona mikið magn á uppsprengdu verði það myndi fara mjög illa með hagkerfi Ungverjalands og ég held að hann hafi bara sagt Trump að þetta myndi eyðileggja hagkerfi Ungverjalands ef að þyrfti að kaupa þetta gas og olíu frá einhverjum öðrum aðila þannig að Trump féllst á þetta þannig að þetta var niðurstaðan. Það má setja eitthvað svona pólitíska merkingu í þetta vegna þess að Orbán hefur til dæmis haldið ræður á fundum repúblikana í Bandaríkjunum og sömuleyti verið svona tákmynd þess að íhaldsmenn í Evrópu horfa til sem hefur kallað nýja hægrið í Evrópu meðal annars út af sjónarmiðum sem Orbán hefur haldið fram að það þurfi að efla og styrkja þjóðríkin en ekki Brussel og miðstjórnarvaldið sem er kannski svipað og íhaldsmenn í Bandaríkjunum vilja hafa að efla fylkin en draga úr alríkinu þótt að Trump sé síðan að gera margt annað sem að styrkir alríkið enn frekar. Varaforsetinn Vance hann var að tala að það var einhvern kúgun á þessari stjórnmálastefnu í Evrópu að verið að brjóta gegn málfrelsi og það væri svona vilji til þess að mynda bandalög við nýja hægrið í Evrópu og sem er svolítið kostulegt vegna þess að Orbán er líka í ágætis tengslu við Putin og að sömuleyti af svona hugmyndalegum ástæðum að þeir eru ekkert svo fjarri hvor öðrum í pólitík. Er þetta svona dæmi á sama tíma og Trump er að draga sig út úr Evrópu að þá er hann að styrkja tengslin við kannski þá evrópska stjórnmálamenn sem hann lítur á sem samherja og sem hægt er að byggja upp eitthvað samband til lengri tíma? Já, ég held að Vísegrad-löndin öll, það er Ungverjaland, Slóvakía, Tékkland og Pólland og sérstaklega Ungverjaland sem hefur landamæri þarna við gömlu Júgóslavíu. Ég held að þeir hafa öll þessi lönd hafa verið frekar íhaldssamir varðandi innflytjendur og sérstaklega Ungverjaland og talið standa ógn af miklum straumi innflytjenda sem náttúrulega Ungverjaland í Schengen og Ungverjaland líka í Evrópusambandinu sem er sameiginlegur vinnumarkaður og sem framins þetta er mjög viðkvæmt fyrir þá. En já, ég held að sé ákveðin pólitísk tengsl þarna á milli en hvað það skiptir Trump miklu máli, ég veit það ekki, það skiptir hann einhverju máli, hann hefur oft hælt
Orbán mikið og tala vel hann þegar hann þurfti á því að halda og það einhvern veginn persónuleg tengsl á milli þessara manna. Ég veit ekki hvað það skiptir kannski Trump svo miklu máli en allavega þá veit hann þessa undanþágu og það hefðu ekki margir leikið þetta eftir að fá þessu undanþágu sem hann fekk og skiptir þeirra efnahagur mjög miklu máli. En já, það eru í innflytjendamálum eru þeir að svipaðri blaðsíðu og tengslin við Rússland. Ég held sko bara málið það að Orbán að horfa á Úkraínumálinu út frá hagsmunum Ungverjalands. Þeir eru allt aðrir heldur en hagsmunum Eystrasaltsríkjanna til dæmis. Og Ungverjaland er mjög háð Rússlandi. Það eru margir Ungverjar sem búa í Úkraínu og sem þurfa að fara á vígvöllin og falla þar og þess vegna ein ástæða fyrir því Orbán er mjög í er á móti stríðinu. Hann líka hefur óttast að stríðið muni fara úr böndunum og það verði jafnvel notið kjarnorkuvopn og þá Ungverjaland algjörlega ofan í því og geislavirkni myndi flæða yfir Búdapest mjög fljótlega ef það eru eitthvað slíka átök. Ég held að það hefði líkur að því hafi minnkað en samt eru bæði Trump og Putin alltaf að viðra að fara að prófa kjarnorkuvopn og þau báðu það til að tala þetta. Þannig að mikið, en ég held að sé bara þetta og líka stríði fyrir mikið úr skorðum og þá hefur það áhrif á efnahag Ungverjalands. Þannig að hann hefur verið talsmaður friðar alla tíð og vilja nota diplomatiska leiðir og vilja semja og Orbán hefur alltaf verið þeirra skoðunar að það verið algjörlega óraunhæft fyrir Úkraínu að sigra Rússland á vígvöllum. Hann hefur sagt þetta allan tíman og þetta er skoðanir sem voru ríkjandi í Ungverjalandi með stjórnvöldum löngu áður en þetta stríð hófst. Ég var þarna á ferð áður en stríð hófst og talaði við marga embættismenn og fræðimenn og þar á með fólk sem í kringum Orbán og þeir voru allir þeirra skoðunar að það þyrfti að semja og Úkraína myndi fara mjög illa út úr þessu stríði til lengdar. Þetta er miklu fámennara ríki og síðan gæti þetta leitt þess að þeir notu gereyðinga kjarnorkuvopn eitthvað slíkt og þá eru löndin sem eiga eins og Slóvakía og Ungverjaland óttast mjög sem hag sem eðlilegt er. Þannig að varðandi Rússland þá bara í orkumál það bara Ungverjaland í höndunum á Rússlandi og ef þeir myndi fara að kaupa þessa olíu og gas annars staðar frá þá myndi þeir fara mjög illa. Ég meina þetta fara illa með Þjóðverja, mjög illa með Þjóðverja sem innríki, bara miklu ríkara land að þurfa að kaupa olíu og gas annars staðar frá á miklu hærra verði og gert á ósamkeppnishæfa. Þeir eru að keppa við lönd eins og Kína sem eru með ódýrt vinnuafl og ekkert velferðarkerfi nánast og mjög samkeppnishæf og er að kæfa sem þýska iðnaðinn og ofan á það þeir þurfa svo líka að fara að kaupa orka á mjög háu verði að þá bara myndi Ungverjaland fara mjög illa og ég held að Trump hafi bara skilið það að það var ekki raunhæft ef það átti ekki að leggja efnahag landsins í rúst að þá var það að gera þetta með Putin. Ég meina hann hefur haft samband við Orbán en það er bara þessi skoðanamunur í Evrópu. Það eru sumir sem að telja það og það var mjög ríkjandi skoðun hjá NATO í byrjun að það væri mögulegt að sigra Rússland á vígvöllunum tiltölulega fljótt með réttum tegundum af vopnum, réttum vopnum og bara tæknilega fullkomin vopn. Þá myndi Rússland bara verða að hoppa og gefa eftir og fara í einhverja nauðungarsamninga. En það hefur bara ekki gerst ennþá og við erum í 4. ári stríðsins og fátt sem bendir til þess að það muni gerast. En Orbán hefur alltaf og Ungverjar hafa alltaf verið þeirra skoðunar frá því að áður en það stríð hófst að það þyrfti að leysa málefni Úkraínu með samningum og náttúrulega þá tengist það líka Krímskaganum. En svo líka verður að hafa í huga að það hefur verið spenna á milli. Það ekki bara spenna melli rússneska mælandi fólks í Úkraínu og úkraínska stjórnvalda í Kíev, heldur hefur líka verið spenna á milli þeirra sem að tala ungversku og búa í Úkraínu. Þannig að það er alls konar svoleiðis vandamál sem hafa valdið spilt samskiptum Úkraínu og Ungverjalands. Varðandi aftur af Trump að hann hefur
til dæmis eins og gagnvart Argentínu, þá lofaði hann gríðarlega mikilli svona aðstoð, fjárhagsaðstoð eða aðstoð við að halda pesóunum uppi miklum fjármunum eiginlega gegn því að Argentínumenn myndu kjósa Milei sem eða flokk Milei í þingkosningunum. Þarna hann að veita svona skoðun að bróður sínum svona eiginlega sér díl, finnur ekki að því þótt að þau kaupi orku frá Rússlandi. Á sama tíma hann að gagnrýna Evrópu mjög mikið fyrir að kaupa orku frá Rússlandi. Þetta kannski svona lína frá Bandaríkjunum núna að þau Evrópulönd sem að kjósa sér flokka og leiðtoga sem að hugnast Trump, að þau geti fengið aðstoð og stuðning og velvild frá Bandaríkjunum en önnur ekki? Já, sko, Trump ég held að það séu ekki margir leiðtogar í Evrópu sem hann ber mikla virðingu fyrir. Ég held að sé algjörlega ljóst að við tökum Macron eða það svona blandað sambandið milli svona mixt sambandið milli hans forsætisráðherra Bretlands. Ég held að hann ber ekki mikla virðingu fyrir þeim og hann hefur beitt þá mikilli hörku og flest lönd í heiminum, langflest lönd í heiminum eru ekkert með viðskiptaþvinganir gegn Rússlandi. Ég meina það sem ég þar engar viðskiptaþvinganir gegn Rússlandi en hins vegar náttúrulega varðandi Argentínu og það sem að gerast í Venezuela og Kólumbíu og Ekvador og þessum löndum, þannig að þetta bakgarður Bandaríkjanna og Bandaríkjanna hafa alltaf viljað skipta sig mjög mikið af þeim málum og það þessi Monroe-kenning sem ennþá talað og enn í gildi. Held ég að Bandaríkin vilji ekki hafa neitt stórveldi í þessum heimsluta þannig að það kemur ekkert á óvart að Donald Trump vilji hafa áhrif í Argentínu og það stóð til á þessum tíma Argentína ætlaði sér að fara í BRICS með Brasilíu og öðrum löndum. En svo var hætt við það þegar eru forsetaskipti í Argentínu og þeir hættu við það en Brasilía í BRICS og að vinna mjög náið með Rússlandi og Kína og Suður-Afríku. Þannig og svo hafa Kínverjar verið að fjárfesta gríðarlega mikið í Suður-Ameríku, þannig að þetta hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir Bandaríkin og Bandaríkin vilja styrkja sína stöðu. Þannig að ef hann á skoðanabróður í Argentínu sem vill ekki fara inn í BRICS og ekki vinna með Rússum og Kínverjum, þá náttúrulega kannski eðlilegt í stórveldasamkeppni að hann reyni að vinna með slíkum aðila heldur en að fá aðila til valda eins og í Brasilíu, aðili sem oft eða getur verið harðorður í garð Bandaríkjanna og vinnur með löndum sem eru raunverulega óvinir Bandaríkjanna eins og staðan í dag. Það hefur verið talað að Evrópu vanti leiðtoga og það sem ég kannski að velta fyrir mig hvort að slíku leiðtogi getur orðið til nema þá í einhverju andstöðu við stefnu Bandaríkjanna af því að Trump ber ekki virðingu fyrir þeim sem að svona beygja sig undir hann ef hann sér veikleika þá slær hann viðkomandi. Þannig að svona, við höfum stundum talað það að það sé þörf á því að Evrópa setji marki sína eigin stefnu til dæmis í viðskiptum við Kína og BRICS-löndin að Evrópa, það sé erfitt að sjá að Evrópa hafi svona hag í því að taka þátt í svona tilraunum Bandaríkjamanna til þess að draga úr vægi Kína í alþjóðaviðskiptunum. Málið það að eins og þú vitum þá þetta belt og braut verkefni í gangi og Evrópusambandið, mörg lönd þær eru mjög skuldug stóru löndin og þeir vantar fjárfestingu og austur- og miðurlöndin voru mörg komin í það var kallað 17+1, það að segja 17 lönd plus 1 sem var Kína, 1 var Kína og svo voru 17 lönd í Evrópu, Austur-Evrópu, Mið-Evrópu og svo Eystrasaltsríkin sem Kína var að vinna með og Bandaríkin beittu sér mjög gegn öllu þessu samstarfi. Ungverjaland í belt og braut. Ungverjaland gerist líka aðili að fjárfestingabanka Asíu. Þannig að Ungverjaland þeir eru ekki bara í góðu sambandi við Putin, þeir eru líka í mjög góðu sambandi við Xi Jinping í Kína. Keyptu bréf í Asíubankann með þess að þetta líkt líka, en þeir eru í belt og braut sem við megum ekki vera samkvæmt því sem að Bandaríkjastjórn segir gegnum Michael Pence sem var forseti. En það voru þarna lönd inni sem að voru að fjárfesta og það hefði þjóna hagsmunum Evrópu að vísa þannig að gallinn við Kínverjana var það að þeir steypt í 17+1 þá steyptu
þau saman Evrópusambandsríkjum og ríki sem ekki í Evrópusambandinu. Til dæmis var Bosnía-Hercegovina í þessu 17+1 og Serbía og Albanía og þessi lönd ekki í þessara ESB stiftu svolítið saman og það passar illa saman sko að vera í samningaviðræðum við lönd sem eru bæði ESB-lönd og ekki. Og svo líka náttúrulega fyrir ESB ESB með ákveðna staðla, hvernig framkvæmdir fara fram og þeir vilja helst framkvæma allt sjálfur og þeir byggja margra hæða hús bara á einum sólarhring eða jafnbrautastöð bara nokkrum dögum. Þannig að þetta allt vísin allavega Evrópa var að fikra sig í það átt að reyna að fara að vinna meira með Kína í fjárfestingu því það mikið þörf í fjárfestingu sérstaklega í Austur- og Mið-Evrópu og ríkar Evrópusambandslöndin hafa ekki getað komið með nógu mikið fjárfestingu inn í Evrópu og þess vegna var verið að skoða þetta. En þetta meira og minna gengið tilbaka núna og vegna þrýstingsbandaríkjanna sem stofnuðu ásamt Pólland og Rúmeníu það stóðu að það sem heitir 3Cs Initiative sem var annað fjárfestingarverkefni sem ég held að sé ekki mikið að gerast núna í og það var mótvægi við Kínverjana. Þannig að Bandaríkin hafa alltaf á móti því að það sé fjárfestingar frá Evrópu og einu örfáum löndum sem í NATO og ESB og sem eru samfélag rík lönd sem fóru að vinna með Kína var Grikkland og svo var það Ítalía og Ítalía hætt við öll Eystrasaltsríkin búin að draga sig út úr þessu og örugglega þrýstingur frá Washington. Þetta eru náttúrulega náin bandalagsríki í Washington. En Grikkland ennþá held ég að vinna með Kína varðandi belti og braut og var í samstarfi og eitt af því sem var óttast líka með Evrópusambandsins að mikið af ákvarðanatöku Evrópusambandsins ennþá þannig að það fórst konsensus, það þurfa allir að vera sammála og ef að Kína komið tök á einu ríki eins og Grikklandi sem veikt land, skuldugt og veikt að þá getur það skapað ákveðna pólitískar hættur. En ég meina það þýðir ekki það að Evrópa getur unnið sérstaklega í viðskiptum við Kína og haft mjög mikið gagn af því. En það hefur líka verið ákveðin tregða þar. Og svo hafa Evrópusambandsríki verið að nöldra út í fjárfestingu Kína í Afríku, sérstaklega í Afríku, sem að maður skilur ekki alveg af hverju það vegna þess að málið það, við vorum að tala það fyrir þætti, það eru komnar skipt heimsmynd, það að segja bandarísk vesturlanda heimskipan og svo Kína og bandalagsríki og ef maður skoðar fjárfestingar Kína í heiminum, þetta belti og braut, þá snýst þetta meira og minna það að leggja infrastruktúr, vegi, brýr, hafnir, flugvelli í löndum sem ekki hluta vesturlöndum, þetta aðalega þróunaríki og nýmarkaðsríki út allan heim, 140 lönd, það 200 lönd til í heiminum, þannig að sé komir innviður til flutninga til þessara landa og þetta kannski 85% af heiminum, fólksfjölda heiminum meðan að Vesturlönd 15%. Þannig að Kínverjar, auðvitað vissu Kínverjar það að þegar þeir fara í gang með belt og braut og þeir hafa samband við Ísland og mörg önnur lönd að það myndi flest þessi lönd ekki verða hluta af þessu en þeir eru að búa sér til leiðir fram hjá þessum löndum. Og þess vegna þetta eina ástæðan fyrir því að viðskipta þvinganir og refsiaðgerðir hafa bara miklu minna vægi því það búið að búa til leiðir fram hjá Vesturlöndum og það það sem að gerast og mér finnst þess að Evrópa hún hefur verið voðalega mikið vegna öryggismála og vegna þess að það ekki hægt að ljúka Úkraínustríðinu á friðsamlegan hátt þá NATO komið í klessu eins og svartabandalag og það Bandaríkin vilja ráða öllu en nú á Evrópa að borga megnið af þessu og það engin endur á Úkraínustríðinu og vegna þessa stríðs þá geta Bandaríkin haft mjög mikil áhrif á allt sem Evrópa gerir hvort sem það í fjárfestingu eða viðskiptum. Þannig að Evrópa verður eiginlega að gera eins og Bandaríkin segja í því máli sem mér með því eins og öryggismálin í dag í Evrópu. Þau eru bara þannig í dag að Evrópa hefur ekki neina samningsstöðu enda sérðu það að Evrópusambandið er 450 milljónir manna. Þeir eru að semja við Bandaríkin tolla. Þetta er helstu bandalagsríki Bandaríkjanna og það 50% toll. Singapúr, í Austur-Asíu, ég núna Singapúr sem ekki langt frá Tælandi, Singapúr á milli Malasíu og Indónesíu. Þeir gáttu saman 10% toll við Bandaríkin. Þeir fengur betri og þeir eru 5-6 milljónir manna.
Þannig að sko Evrópa ekki í góðum málum. Ég alveg sammálaður í því. Ef að ég ef maður að hlusta á einhverja leiðtoga að tala sem maður vill hlusta á og fá heyra hvað þeir hafa að segja og skýra út heimsmyndina og hvernig þessi best sem mér finnst gagn í að hlusta. Ég bara segja alveg eins og ég bara segja þetta. Ég ekki að segja þess að tala niður til þessar fólk sem ég sé ekki neitt. Ég veit einn mann í Austur-Asíu sem mér finnst mikið marktakandi á varðandi alþjóðasamskipti og hvernig heimurinn breytast og það forsætisráðherra Singapúr sem ríkasta land í heiminum, pínulítið land á milli tveggja stórvelda eða miklu stærri land að Malasíu og Indónesía. Þannig sko mér finnst að Evrópa hafi ekki verið að hugsa vel sín mál. Evrópa að gera hluti sem að þjónar ekki hagsmunum Evrópu til lengri tíma litið og það eins og Evrópa vilji halda Úkraínustríðinu áfram einhver ár í viðbót og kannski vonum að þeim takist að byggja upp sinn her og sín varnarviðbúnað. Ég einhvern veginn skil ekki alveg hver hugsunin og mér finnst framtíð Evrópu, af því ég sjálfur Evrópu, mér finnst það vera frekar dapurleg þegar maður horfir á þetta. Og þú lítur svo á að stríðið í Úkraínu aftriði að Evrópa geti svona fóta sig betur í breyttri heimsmynd þar sem að við erum komin út úr einpóla heim í Bandaríkjanna og erum komin í fjölpóla heim þar sem að ríki geta til dæmis staðist hótanir Bandaríkjamanna viðskiptaþvinganir eins og Kínverjar og sumrindi Indverjar að gera. Já sko, mér finnst Evrópa, ég veit ekki, þetta voðalega skrítið ástand. Ég meina, svo líka Eystrasaltsríkin í mikilli forystu í Evrópusambandinu varðandi öryggismál og utanríkismál og varnarmál og til þess að svo Litáen fór í þá stöðu ekki bara að þetta stríð við Rússland, heldur líka að leyfa Tævan og opna hálfgildi sendiráð í Vilnius sem mjög ögrandi, algjörlega óþarfið og þarf ekki að gera þetta. Þannig að þetta sko, þannig verið að ögra og einhvern veginn alveg óþarfi vegna þess að málið það að stuðningur Bandaríkjanna við Evrópu og NATO í dag og Eystrasaltsríkin, hann mjög óviss. Hann mjög óviss. Þannig það ekki skiljanlegt til maður að Eystrasaltslöndin reyna að gera eitthvað sem að getur glatt Trump og Bandaríkin, til dæmis með því að opna ræðisskrifstofu Tævan hjá sér? Ég held að Bandaríkin hafi ekkert verið voðalega hrifnir af þessu og þeir skildu það því Bandaríkin hafa talað single China policy. Þeir hafa alveg skilið það og það að vísu ákveðnar ögrannir sem hafa verið frá Bandaríkjunum þegar Nancy Pelosi fulltrúadeildar Bandaríkjans fór til Tævan sem var algjör óþarfi vegna þess að sko þetta stríð milli Kína og Tævans væri alveg skelfing og þess vegna reyna að gera allt ekki vekk fyrir það. Jú, það rétt, þau reyna það, en það sem ég að segja smáríki, eins og Ísland til dæmis, við eigum að halda góðu sambandi við Bandaríkin, að forðast allt eins og við getum að ögra öðrum stórveldum. Sérstaklega ef samband okkar við Bandaríkin breytist, sem það getur gerst. Ég hef sagt að frá öryggissjónarmiði þá Ísland miklu mikilvægara fyrir Bandaríkin heldur en nokkuð tímann hinn Norðurlöndin eða Eystrasaltsríkin. Við erum bara þannig við erum mjög miklu mikilvægara. Við erum mitt á milli meginlands Evrópu og Norður-Ameríku. Við erum mikilvægara og það hjálpar okkur. En Eystrasaltsríkin skipta ekki miklu máli fyrir Bandaríkin. Þannig að ég meina, ég sé ekki fyrir mér að Eystrasaltsríkin taki mikið pláss í huga Donald Trump og meira þess að fyrrverandi forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings sagði á sinni tíma að hann myndi ekki vilja fara í kjarnorkustríð til að bjarga en landi eins og Íslandi sem væri bara úthverfi í Pétursborg, sagði hann. Þannig var nú bara tekið til orða af mjög háttsettum aðila sem númer 3 í valdastigann og forsetanum. Þannig að sko að það, þau reyna að gleðja bandar í Washington og allt þetta, en ég held að þurfa að fara mjög varlega. Ég held að stuðningur Trump við NATO í dag sé frekar óviss og hann vill greinilega ná sáttum við Pútín. Þú sér það sko að Pútín að tala við Orbán og svo kemur Orbán til Washington og það tekið á móti honum eins og að sé að taka móti sín aldavini sínum og gerist tilslaganir við hann sem hann myndi ekki gera við nokkur annan. Ég get ekki ímynda mér að nokkur annar forsætisráðherra Evrópu geti farið til Bandaríkjanna og fengið svona tilslaganir eins og
eins og Orbán fékk. Þannig að við sjáum alveg hvernig þetta það er óvissa og smáríki verða að fara varlega og ég veit að sko að var þetta Úkraínu sjálfa að þá að mínu dómi, ég veit að margir eru ósammála mér það, en það bara þannig að í lýðræðisríki þá ekki allir ósammála, ekki allir sammála eða ósammála, það eru skiptar skoðanir, en það skiptir alveg óbáslega miklu máli fyrir lönd sem eru á viðkvæmum stað á nettinum að taka tillit til þess, eins og Finnland og Víetnam, þessi lönd eru á mjög viðkvæmum stað og þau vita það alveg og þau vita að það er ákveðin, þau þurfa að passa sig, eins og Finnland land sem hérna reyndar núna forseti Finnlands núna þannig, hann þarf alltaf að vera að tjá sig og hann alltaf alltaf á blaðamannafundum og oft með ögrandi yfirlýsingar gagnvart Rússlandi sem Finnland var ekki þannig. Finnland var þannig að þeir hafa alltaf farið mjög varlega og þegar þeir fóru inn í Evrópusambandið árið 1995 rétt eftir fall Sovétríkjanna, þá gengur inn í Evrópusambandið við hliðina á Svíum þegjandi og hljóðalaust. Það var mjög lítið á blaðamannafundum, mjög lítið á yfirlýsingum, sögðu eiginlega ekki neitt. Og áður en nokkur vissi þá voru þeir komnir inn í Evrópusambandið og þeir hafa unnið skynsamlega og þó þeir væri skugga Sovétríkjanna og svo Rússlands, þá þurftu þeir ekkert að verða eins og Hvíta-Rússland. Þetta er gullríkasta land í heiminum og hérna með eitthvað besta menntakerfi sem til og heilbrigðiskerfi og allt fram eftir götunum, lífskjör, tekjur á mann, lítur allt mjög vel út. Þetta land sem hagað sér skynsamlega. Víetnam fátækara land en þetta í gríðarlegum vexti núna og þeir eru með Norðurlandamæri við Kína og ekki með vilja engan erlendan her í landinu, vilja ekki engin varnarbandalög, aldrei að taka afstöðu með einu landi gegn öðru, þannig að það ekki neina afstöðu í stríðinu í Úkraínu, enga. Og þeir beita aldrei hervaldi gegn öðrum ríkjum. Þetta er þeirra stefna. Ef þú séð Úkraínu, þá Úkraína land það sem var gríðarlega mikil spilling, löngu áður en að stríðið hófst, engin hagvöxtur í 30 ár, gríðarlega mikil fólksflótti úr landinu, stofnanir mjög veikar, gríðarlega mikil spilling og ákvarðanir sem eru teknar í alþjóðamálum oft lítið ígrundaðar. Og það hefur afleiðingar ekki bara fyrir Úkraínu, heldur fyrir alla Evrópu og allan heiminn og Evrópa bara í mjög vondri stöðu út af þessu. En það sem ég að segja, það að Úkraína var í veikri stöðu, það var á 30 ár 1991 til 2021 þá var engin hagvöxtur í Úkraínu, það var neikvæður að meðaltali að minnka hagkerfið á 30 árum, það kannski tvöfaldaðist í Rússlandi. Nú getur maður ekki sagt ok, það að því að Rússland á svo mikið auðlindum, en bara Úkraína á gríðarlega mikið auðlindum, eins og nú eru Bandaríkjamenn búin að semja að fá aðgang að þessum auðlindum, þegar Úkraína á mjög mikið auðlindum. En ég vil taka það, ég ekki að segja það að þó að landið hafi verið veikt og spillt og veikar stofnanir, að það réttlæti innrásin í landið. Við höfum fordæmt innrás Rússa inn í Úkraínu og ég tel að hún hafi verið mistök fyrir Rússland og það alls ekki að réttlæta breytingu á landamærum og svona yfirtöku eins og þarna og eiga þessi stað og allt þetta mannfall og tjón sem þarna hefur orðið. En það hins vegar mjög hættulegt, það sé að segja. Ef að þú ert með svona viðkvæma staði á netinu, eins og svona löng landamæri við stórveldi sem svona frekar óstöðugt og getur verið óútreiknanlegt og með mjög slæmt samskipti við Evrópu, að það getur haft mjög miklar afleiðingar og ekki bara fyrir landið sjálft, heldur erum við bara að sjá Evrópa í verulega slæmum málum núna og maður sér ekki neitt fyrir neitt enda á því. Eitt breytt afstaða Bandaríkjanna til Evrópu og þá þarf Evrópu til þess að móta sjálfstæða stefnu. Það erfitt að vera að líta áfram að þessu sameiginlegir hagsmunir með einhverjum sem með bara minni áhuga á Evrópu og svona lýsaði yfir dagstaglega að hagsmunirnir fari ekki saman. Annað sem að Bandaríkin hafi verið að gera, Bandaríkjastjórn hefur verið að vinna raunverulega gegn öllu svona alþjóðakerfinu sem var byggt upp á árunum eftir seinni heimsstyrjöld. Og Evrópa svona samansafnað smáríkjum sem eru mjög háð í að alþjóða viðskiptastofnunin, Sameinuðu þjóðirnar og fleiri séu virk og alþjóðadómstólar.
Þú talar að Evrópa þurfi að viðhalda viðskiptum við Kína. Það getur verið mikið áfall fyrir Evrópu. Þau eru alltaf að elta Bandaríkin í einhvers konar viðskipta kalt stríð við Kína og þú nefnir að Evrópa hefði nú gott af því að fá einhverja kínverska fjárfestingar, sérstaklega í austrinu. En það þannig að ef að Evrópa vill viðhalda alþjóðakerfinu sem að hér var byggt upp og Bandaríkin eru ekki til í það, getur verið að Kínverjar séu samstarfsaðili í því að viðhalda einhverju svona heilbrigðu alþjóðlegu kerfi gangandi? Við töluðum það fyrir þætti að heimurinn væri orðinn tvískiptur. Það eru stofnanir sem Bandaríkin og Evrópa áttu fórstum að reisa og síðan núna stofnanir. Við vitum sko að 1944 þegar heimsstyrjöldin síðari ennþá í gangi, heimsstyrjöldin síðari í júlí, þá byrjuðu Bandaríkin að búa til arkitektúrin fyrir fjármálakerfi heimsins með Alþjóðabankanum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og GATT sem síðan var Alþjóðaviðskiptastofnunin. Og Bandaríkin á þeim tíma lögðu gríðarlega mikla áherslu á það að þetta væri fjölþjóðlegt kerfi og þeir vildu alls ekki hafa bara einhverja stofnanir sem væru eins og þeir réðu þeim. Og ég veit að John Maynard Keynes, sem var fremsti hagfræðingur á síðustu öld, sem bjó til faðir þjóðafræðinnar, hann talaði það sko að vera með öll þessi lönd alla 44, þetta væri bara monkey house, ég ætla að orða það þannig. Þannig að vera að bjóða alls konar löndum sem höfðu ekkert svo mikla þekkingu á alþjóða fjármálakerfinu og þetta fór 5 manna sendininn frá Íslandi held ég að verið, sem fór frá Íslandi það var boðið á annan fund. Þannig að á þeim tíma lögðu Bandaríkin áherslu á fjölþjóðastofnanir sem að þeir gátu síðan raunverulega haft mjög mikil áhrif. Eins og Ísland þá er Ísland búið að vera sjálfstætt ríki mjög skamman tíma, nokkra daga bara og þá hefði náttúrulega við íslenska sendininn hefði alltaf ekki samþykkt allt sem að Bandaríkin gerðu, að meina Bretar, John Maynard Keynes sem var þeirra formaður þeirra sendinnar og svo Harry Dexter White sem var fyrir Bandaríkin, að hann taldi að þeir ættu bara að semja þessi mál bara sér. En núna er staðan þannig, sko, Sameinuðu þjóðirnar hafa aldrei virkað og Bandaríkin hafa alltaf haft nöp í, sko, Sameinuðu þjóðirnar hafa aldrei verið þeim aldrei þóknanlegar, meðan að því það er ein þjóð hefur eitt atkvæði þar, að menn hjá Alþjóðabankanum og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum þá gáfu greitt eftir atkvæðavægi, þannig að þeir hafa viljað stjórna þessu stofnunum, en núna er þetta orðið þannig að Sameinuðu þjóðirnar eru bókstaflega orðnar óvirkar. Það er eina stofnunin sem skiptir ykkur verulegu máli er öryggisráðið, en neitunarvaldið gerir hana óvirka. Alþjóðaviðskiptastofnunin, hún er bara hún er ónýt. Hún getur ekkert gert eins og staðan er í dag. Nú er bara að vera að leggja á tolla einhliða og hún var stofnuð til að uppilega sem GATT, sem samningur að lækka tolla. Og það má segja að GATT sé kannski svo stofnun í heiminum, alþjóðastofnun sem hefur mest árangri skilað allra stofnana frá fyrir og síðar að GATT. Það tókst að losa sig við allar kvótan annars og lækka tolla mjög mikið, þannig að þetta var stofnun sem náði gríðarlega miklum árangri. En núna er þetta er allt meira minna ónýtt. Nú varðandi Alþjóðabankanum og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, þá vitum við ekki hvað verður þær stofnanir, en það er alveg ljóst að Donald Trump að hann lítur ekki til þeirra með neinni velþóknun, frekar en aðrar alþjóðastofnanir. Nú varðandi Kína, ég hef ekki trúið því að Kínverjar geti leitt sko vestræn ríki, vegna þess að þetta er allt öðruvísi kerfi, þetta eru lýðræðisríki með allt öðru gildi. Sko, við getum verið í miklum viðskiptum við Kína og það er hægt að gera fríverslunarsamninga við Kína, þannig að ég býst við því að vegna tollasefnu Trump, ef það heldur áfram og óvissan sem það, þá munu mörg lönd gera fríverslunarsamninga hingað og þangað heiminn, þar á meðal við Kína, og þannig að þá munu viðskiptin þar aukast og hugsanlega gætu, ég veit einn frægan hagfræðing sem var hjá Alþjóðabankanum sem leggur það til að öll lönd, hún er frá Bandaríkjanum, öll lönd utan Bandaríkjanna myndi einhvers konar stofnun sem taki við hlutverki Alþjóðaviðskiptastofnunar, bara sér, og Bandaríkin verið þá að fara utan bara og það löndi vinni saman vegna þess að sko aðferðin sem Donald Trump notar er það sem kallað divide and conquer, það er að segja að þú skiptir löndunum niður
og tekur hvert fyrir sig og þau eru öll minni en þú, þess vegna getur þú raunverulega ráðið við þau öll, þú getur tekið hvert þeirra fyrir bak við húsvegg og gert við þau hvað sem þú vilt, þannig að þau eru öll miklu minni og þá eru þau ekki bara samþykkja að tolla, þau eru líka samþykkja svona fjárfestingu og kaupa orku, kaupa vopnakaup frá Bandaríkjunum, þannig að hann ræður við þau öll og hann tekur hvert fyrir sig, þannig að frá hans sjónarhóli gengur það, á meðan ef þú ert með fjölþjóðlega stofnun þá er þetta ekki hægt, sko, þá ertu bara með allir við sama borð og þá er allir að semja saman og hún var að tala um það, þessi hagfræðingur sem er fræg að í Bandaríkjunum að þetta væri, að það þyrfti þá stofnun að lönd að taka saman, þar á meðal Kína að stofna stofnun sem héldi áfram með starf alþjóðaviðskiptastofnunar án Bandaríkjanna og hvort að því verður samstaða sem átt að lýsa, Hilmar. Staðan núna Þessi samstaða sem átt að lýsa að lönd standi saman til þess að koma í veg fyrir að Bandaríkin geti notað veikleika smærri landa eins og hann gerir að eiga alltaf við eitthvað sem er miklu veikar en þú, en þetta virkaði ekki fyrir Evrópusambandið sem er bæði fjölmennara og sumuleyti fullburða efnahagskerfi að þau lögðust bara í dufti fyrir Donald Trump. Já, það er þannig, staðan er þannig að ef að þú ert í vandræðum í öryggismálum og þú ert í vandræðum í efnahagsmálum, Evrópusambandið sannarlega dautt hagkerfi nánast, það er engin hagvöxtur nánast. Mikið af því, mikið af verðsöfnum er dautt, það er ekki neitt að gera það. Og ef að þú ert að velja á milli efnahagsmála og öryggismála, þá velur öryggismálin. Og af því að Evrópa fyrstulega er Evrópa 27 þjóðríki en ekki eitt þjóðríki, þess vegna ég líti ekki að Evrópa sem stórveldi. Það eru 27 þjóðríki, Kína er þjóðríki, Indland er þjóðríki, Bandaríkin er þjóðríki, Rússland er þjóðríki, þau eru miklu sterkari heldur en Evrópusambandið sem er 27 þjóðríki, að vísu er Evrópusambandið stórt sko efnahagslega, það er jafn stórt Kína, en þú sér nú bara muninn hvernig Kína er ekki að háð Bandaríkjunum í öryggismálum. Kínverjar eru ekkert á hnjánum þegar hitta forseta Bandaríkjanna. Ég meina það er eiginlega allir sem ég tali var sammála um það að síðasti fundur sem fór fram milli Xi Jinping og Trump að Kínverjar hafi haft yfirhöndina. Þeir hafi ráðið ferðinni frekar í Bandaríkin því þeir hafa sterkast stöðu sjálfgefni málmárum þannig að Kína hafi yfirhöndina en þegar þú ert og Kínverjar þurfa ekki að hugsa öryggismál og tala við Bandaríkin um það Evrópa hins vegar háð öryggismálum Bandaríkjunum og þá verður það ofan á og efnahagsmálin fara þangað sem þau fara og það þýðir það að samningarnir verða mjög óhagstæðir fyrir Evrópu og fyrir utan það þá bara eins og ég segi, ég veit ekki þú getur nefnt einhvern leiðtoga Evrópusambandsins í dag, hvort sem það eru leiðtogar stærstu landana eða í framkvæmdastjórninni, þá er það ég vel ennþá lakar að maður velti fyrir sig þegar maður sér eins og Ursulu von der Leyen og Kaja Kallas og þetta lið. Hvernig er þetta fólki sem er fyrir neðan þau sér? Ég meina maður veltir því fyrir sig, hvernig er ástandið þarna? Mér finnst þetta ekki vera glæsileg staða og Evrópa þegar öryggismálin eru í óvissu, það er ekki vafa því, ég meina Evrópu leiðtogar tala bara alveg um það opið að Evrópa sé ekki tilbúin fyrir stríð og það er mikill ótti við það að Rússar muni ráðast á annað Evrópuríki og annað NATO-ríki og það er óvissað um það hvernig Bandaríkin muni bregðast við og svo framvegis og það er líka algjörlega búið að afskrifa allt sem heitir diplomacy eða að semja eða tala við aðila um nokkuð einasta hlut. Ég er ekkert að afsaka innrásinni í Úkraínu. Ég er ekki að það voru mistök og það var ólöglegt og við höfum fordæmt það. En Evrópa var ekki tilbúin fyrir það og samt vill hún ekki semja og nú er hún algjörlega háð Bandaríkjunum og með forseta sem vinnur einhliða og beitir afli. Hann fyrirlítur alþjóðastofnunin, það er meginreglan. Og veikleiki Evrópu í öryggismálum, hann grefur öfulega undan efnahagslegum styrk álfunnar. Algjörlega klárt. Ég meina ef þú hefur val á milli þíns öryggis og efnahagsmála að þú lætur veskið frekar fyrir frá þeim
heldur en að fá kúlu Bandið í hérna hjá höfuðið, okkur, það er eitthvað Þú- slæmt þú bara- sambandið. þegar öryggismálin eru annars vegar. Hilmar, Og það er það sem er staðan núna. Hilmar, það er eitthvað slæmt sambandi hjá okkur, þannig að við erum kannski að hafa þetta svona aðeins í styttra Já, lagi. ég veit ekki. En hérna, þetta er bara þannig, við erum að tala saman hérna í myndsíma þvert yfir hnöttin og við erum bara að vera þakklátt fyrir að það sé yfirleitt hægt. Hérna, eitt varðandi, hérna, að því þú nefndir að Kínverjar hefðu haft svona yfirhöndina þegar Trump og Xi hittust, að það er eins og Kínverjar hafi verið að undirbúa sig fyrir í svona viðskiptastríð við Vesturlönd og þeir hafa dregið úr hérna viðskiptum sínum, útflutningi til Bandaríkjanna og meira sér Evrópu líka. Er það þannig að kannski að sé frá Kína að þá sé ekki hérna klókt út frá öryggissjónarmiðum og efnahagslegu sjónarmiðum að eiga í viðskiptum við Vesturveldin, heldur hérna er það miklu klókara, er hún að bara byggja upp öflug hérna alþjóðakerfi, kannski eins og hérna hagfræðingur sem þú varst að veitna til sem væri allur heimurinn nema Bandaríkin, að þá myndi kannski frá Kína vera allur heimurinn nema Vesturlönd. Já, sko, þegar Trump var fyrst forseti, fyrir að kjörtíðanbilið, þá fór hann í svona slag við Kína og lagði á tolla og sem að Biden tók ekki tilbaka, þannig að það var slæmt samband með Kínverja líka þegar Biden var, að þá var eins og Kínverjar hefur verið óviðbúnir því og voru óviðbúnir. Núna hins vegar, svo kemur Biden og í 4 ár og svo núna kemur Trump aftur og þá eru við viðbúnir. Og ég held að Kínverjar, að ég geti sanna það eða viti það með fyrir víst, þá held ég að belt og braut, það er leið til að komast fram hjá Vesturlöndum. Sko, Kínverjar vita það að þeir buðu öllum löndum að vera með nánast. Þeir vissu það að Bandaríkin myndu hvetja sín bandalagsríki til að vera ekki með. Þannig að þetta myndi ekki tengjast Vesturlöndum að neinu ráði. En ég held að það sé rétt mat hjá þeir, sko, að þeir eru að opna aðra leiðir inn í önnur lönd, Afríku, sem að víða er töluvert mikill hagvöxtur. Því ég spáði innan nokkur áratuga þá verði löndin svo Nígería með stærstu hagkerfum í heimi. Það er líka í Asíu, Indónesía er talið að verði eitt af kannski 4 stærstu hagkerfum í heimi, áður mjög langt líður. Og Evrópuríkin það verður ekkert Evrópuríkin sem númer 10 sennilega, ef við erum að líta nokkra áratugi fram í tímann. Þannig að það eru þessi 85% landa sem eru í BRICS, sem eru í Shanghai Cooperation, sem eru í fjárfestingarbanka Asíu, sem eru í BRICS Bank eða New Development Bank og sem eru í belt og braut. Þetta eru löndin sem er verið að gera út á til lengri tíma og það er eitt af því sem það er að gera til þess að sé hægt að stunda viðskipti við þessu lönd, það er að byggja upp almennilega samgöngu innviði og það er það sem þeir eru að gera. Þannig að Kínverjar að segja þetta ekki, en maður velti fyrir sér, þeir hafa hugsað svo, ok, við erum að eiga við eitthvað sem kallaði ensku unreliable partner, sem er Bandaríkin, við erum í stórveldasamkeppni og í stórveldasamkeppni þá haga stórveldi sér svona, þetta er mjög miskunnarlaus samkeppni sem verður og þeir vita að það getur komið alltaf þegar eitt stórveldi tekur fram úr öðru, þá, eins og núna er að gera, að Kína er að taka fram úr Bandaríkjunum í efnahagslega, að vera stærra hagkerfi, jafnvel þú mælir og nú getur þetta vel ekki bara í afbyrðisgengi, þá verður ofboðslega mikið spenna á milli þessara landa og sagan bara sýnir þetta og getur orðið styrjaldur átök og heimurinn er að verða margpóla, þá er það miklu hættulegri heldur en einpóla heimurinn, það sem er bara eitt stórveldi og að Kínverjar hafi sérst undirbúið og við vitum það að áætlun að gera Kína er öðru vísi, sko, við í Evrópu og Bandaríkjunum og Evrópu að hugsa í kjörtíðanbylum sem eru kannski 4 ár, en Kínverjar plana miklu lengra fram í tíma, stjórnvöld sitja miklu lengur og ég er ekki að tala um það sé gott að taka upp einræði eða kerfi sem þeir eru með, en þeir plana til miklu lengri tíma og mér finnst belt og braut miða voðalega mikið að því að það sé tvískipt heimsmynd, 85% manna íbúar þjóðarinnar sé undir kerfinu sem Kína er að búa til með sínum samstarfslöndum og svo verður þessi 15% sem er enda ríkasti hluti heimsins undir forystu Bandaríkjanna og það sem Evrópa er með og lönd eins og Japan og Suður-Kórea og Ástralía og svo framvegis.
það það sem og ég lít á Kína, ég lít á Japan og Suður Kóreu og löndin svo Singapúr og Ástralíu sem vesturlönd. Ég meina, þetta eru vestræn ríki þó þau séu ekki hluti Evrópu og Norður-Ameríku, því þau eru með þeirra lýðræðishefðir og gildi er ekkert ólíkt því sem við erum með. Þannig að ég held að Xi Jinping, að þeir séu að dreifa áhættunni og opna aðra leiðir og það sé hluti af því að þegar þeir auðvitað vita Kínverjar, þegar þeir verða stórveldi og þeir fara að stækka svona mikið, að þá verður alveg gríðarlega mikið spenna og að búast alveg við því og þeir hafa örugglega reiknað með því að þegar að þeir fóru að vinna með Evrópusambandslöndum og svo Eystrasaltsríkjunum og slíkum löndum og Ítalíu og Portúgal og Grikklandi, að það yrði ofboðslega mikið spenna og flest þessi lönd myndu slíta þessu samstarfi við Kína eins og þau gerðu. Öllu fjárfestingarsamstarfi er slitið í flestum tilvikum en eftir sitja þróunarlönd og miðtekjulönd og nýmarkaðsríki sem að fylgja sér á bak við Kína og vantar fjárfestingu. Og þegar þessu Alþjóðabankinn að framkvæma eitthvað, ég vann fyrir Alþjóðabankinn, þá tekur það mjög langan tíma. Það eru gerðar mjög ítarlegar umhverfisúttektir og alls konar úttektir, ótal úttektir, getur tekið mörg ára áður en það framkvæmt hefst. Á meðan að Kínverjarnir koma til Afríku og þeir reisa einhverja stóra og mikla innviði bara á örfáum dögum og eru með sitt eigi fólk í þessu. Þannig að fyrir Afríku, fyrir mörg nýmarkaðsríki og þróunarríki, þá þetta mjög svona þeim líta á þetta mjög jákvæðum augum og binda miklar vonir við þetta. Og það sem ég held að því að nú gríðarlega mikil fólksfjölgun að verða í Afríku á næstu áratugum, ofboðsleg fólksfjölgun og gæti leitt til fólksflótta meiri til Evrópu ef að það heldur áfram, að menn Evrópu að fækka, að ég skil ekki alveg því að Evrópa hefur hagsmuni af því að Kína byggja upp Afríku bara til þess að minnka straum fólks frá Afríku til Evrópu. En samt Evrópa voðalega mikið að tala í neikvæðum tón til Kína líka vegna fjárfestingar í Afríku. Þannig að þetta svona, en ég í sammálaðir í því að Kínverjarnir þeir hafa undanfarin ár, 15 ár, eitthvað svoleiðis, verið að undirbúa það að beina sínu viðskiptum til annarra landa þó að verða áfram mikil viðskipti við Bandaríkin og Evrópu til þess að dreifa áhættunni og líka vegna þess að mestur, við sem að hagvöxturinn í Evrópu eiginlega engin og það fyrir ekki mikill hagvöxtur í Bandaríkjunum, en hagvöxturinn aðalega á þessu nýmarkaðssvæðum í heiminum og það þangað sem þeir eru að tengja sig inn í það nú og hafa verið að gera núna töluvert lengi. Herðu, Hilmar, það hefur ekki verið alveg nógu gott sambandi hjá okkur. Það sem verða að ég sé að fá ykkur að umgangspest. Það eitthvað pestir að ganga hérna í Bangkok? Ekki sem ég hef fengið. Ég er mikið að vinna hérna inni. Nei, ég hef ekki varfið það. Ég held að það sé almennt gott heilsufar á fólki eftir sem ég umgangast. Ekki rigningatími ennþá annað? Jó, það komið mikla rigningar og uppgeru tíð hérna og það er töluverð mikla dembur sem koma hingað hverju. Hvað áttu langan tíma eftir af rannsóknarleyfinu þínu? Ertu á leiðinni til byggða eins og sagt er? Ég reikna með að koma heim 15. desember, svo hefst kennsla í janúar, þannig að ég þarf að fara að huga að því. Já, þannig ég heyri kannski í þér í næstu viku heimsmálin, en það þakka fyrir því. Góð tími. Já, þakka að kærlega fyrir þetta. Takk fyrir. Herðu, ég ætla að reyna að taka eitt viðtal í viðbót, þessu skrítið, þegar maður orðin svona komið ykkur á flensu, þá ætla ég að bregða mig til Grænlands. Jæja, krakkar. Þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.